Já, góðan daginn öllsumul og hjartanlega velkomin á þetta málþing kvenhetjur Steinunnar. Það bara ævintýra stund framundan. Og takk fyrir að mæta öll, það frábært að sjá hversu góð mæting hérna. Ég fæ stundum svona martröð á nóttinni, þá dreymir mig það, ég að hlaupa svona göng og þau verða alltaf svona þrengri og það eitthvað svona ógn fyrir aftan mig. Og svo hleypi ég og svo verða göngin alltaf þrengri og þrengri, ég kemst ekki lengra og ógnin næri mér loksins. Og þessi ógn kvenhetju Steinunnar. Þetta svo ótrúlega spennandi og ófyrirsjáanlegar og bara oft alveg hræðilegar týpur að svona hvítur miðaldra kallmaður eins og ég fæ bara martröð yfir þessu. En við ætlum að ræða þessar kvenhetjur sem að Steinunn Sigurðardóttir hefur skapað. Og ég ætla bara að kasta þér fram að Steinunn sé eiginlega, að því það oft talað það sé erfitt að skrifa kvenpersónur og þetta oft einhverjir kallar að þeir skrifa ekki alveg nógu trúverðugar kvenpersónur. Ég ætla bara að kasta þér fram að Steinunn sé bara Íslandsmeistari í þessu, að skrifa spennandi og flottar kvenpersónur. Og við erum alveg með Njálu, þar eru Hallgerður og Bergþóra og svo náttúrulega bara Laxness, snillingur í að skrifa kvenpersónur, en Steinunn hefur skrifað alveg glimrandi skemmtilegar kvenpersónur. Og við ætlum að tala þessar konur og þessar kvenhetjur í dag og vitum alveg að þessar bækur og þessar konur í þessum bókum hafa gert mikið fyrir íslenskt samfélag og konur. Ég svo spenntur fyrir þessu að því að þetta málþing svolítið svona eins og Steinunn sjálf, þetta bara dálítið stutt og snart og beinskeytt. Þau sem koma hérna upp hafa bara 5 mínútur til að lýsa hverri persónu og síðan viljum við endilega að þið takið dálítið þátt í þessu. Þið ekki alveg til í það? Og bara allar spurningar leyfðar og látið þið vaða. Ég verð svolítið bara eins og landsliðsþjálfarinn í handbolta, ég passa upp á það að þetta verði svona stutt og skemmtilegt og engin hangi á boltanum. Þannig að þið sem ætlaði að tala hér hafið það í huga, að þetta sé bara stutt, beinskeytt og skemmtilegt og þið hin líka sem ætlaði að kasta fram spurningum. Allir með það á hreinu. Ef við ekki þá bara að byrja þetta. Við skulum aðeins fara yfir, hún Guðrún Steinþórsdóttir, hún ætlar að tala Lillu í Sólskinshesti og svo það Þórunn Hrefna, hún ætlar að fjalla Öldu. Svo kemur Ástráður Eysteinsson, hann ætlar að fjalla Samundu í Ástinni fiskana og Viðar Hreinsson, hann talar svo Systu í Systu megin. Gunnar Snorri, hann ætlar að fjalla Vigdísi, þetta ekki bara skáldsagnapersónur. Guðrún Steinþórs kemur aftur að fjalla Lín í ból og svo kemur Rúnar Helgi og hann fjallar Heiðu, fjalladælabónda og Halldór Guðmundsson ætlar að fjalla Hörpu í Hjartarstað. Þannig að fólki sem ætlar að tala kemur hérna bara upp og kynni sig. Ég get kannski kynnt hann fyrsta. Það hún Guðrún Steinþórsdóttir, bókmenntafræðingur, hún ætlar að fjalla Lillu í Sólskinshesti. Og formið bara þetta, þau tala í 5 mínútur, þau örugglega eftir að svindla og síðan kannski höfum við svona aðrar 5 til 10 mínútur til að spjalla saman. Og ég vil bara að þetta sé skemmtilegt og frjálst, ég ætla ekki að vera með ykkur leiðindi og hlaupa hérna upp og stoppa fólk. En það kemur örugglega bara klukkan 7 kemur þetta pirraður húsvörður inn og hendur okkur út. Þannig að þetta þarf að vera búið fyrir það. Guðrún, velkomin. Góðan daginn öllsumul, gaman að vera með ykkur hér í dag og fá tækifæri til að segja nokkur orð 2 frábærar kvenhetjur úr smiðju Steinunnar. Núna Lillu úr Sólskinshesti og eftir Lín úr bóli. Sólskinshestur ein af mínum uppáhaldsbókum en hana hef ég lesið árlega frá því hún kom út og sum árin oftar en einu sinni og oftar en 2 og alltaf ég jafn hrifin af þessu stórkostlega meistaraverki. Í sögunni sýnir Steinunn ekki einungis einstök tök á máli og stíl, heldur einnig hversu djúpa innsýn hún hefur í mannlegt eðli. Í bókinni fjallar hún á áhrifaríkan hátt vanrækslu barna, málefni sem lítið hafði áður verið fjallað í íslenskum bókmenntum og var lengi vel falið samfélagsmein.
Þótt viðfangsefnið sé alvarlegt húmorinn aldrei langt undan og kemur í veg fyrir að sagan sé harmur einn. Bókin segir frá lífi Lillu frá barnæsku og þangað til hún deyr rúmlega fertug. Reynsla hennar sár en verst hefur vanrækslan í æsku leikið hana. Á nýstárlegan hátt nýtir Steinunn ýmis minni gotnesku hefðarinnar til að varpa ljósi á fortíð persónunnar. Gotneskar sögur einkennast af ókennilegu andrúmslofti, ógn og hryllingi. Þær fjalla oft áföll og afleiðingar þeirra, leið og þær afhjúpa ýmis mein samfélagsins. Í sögunum eru hlutverk barna iðulega táknræn, enda sakleysið þeirra gjarnan nýtt til að draga fram óhugnað sögunnar. Börnin verða því boðbera málefna sem samfélagið hefur átt erfitt með að viðurkenna. Í tilviki Sólskinshests það staða vanræktra barna í íslensku samfélagi á seinni hluta 20. aldar og í upphafi þeirra 21. Heimilið ætti að vera öruggur staður en í gotneskum sögum það ekki alltaf raunin, eins og kemur skýrt fram í Sólskinshesti. Þar bregðast foreldrarnir, Haraldur og Ragnhildur, afkvæmum sínum, Lillu og Mumma, með því að vanrækja þarfir þeirra. Þau gefa systkinunum ekki nöfn og eftir að húshjálpin Magda látin fara, talar enginn við börnin eða sér til þess að þau séu mett og almennilega klædd. Bernskan þannig hrifsuð frá Lillu því hún sér sig knúna til að taka við starfi Mögdu, þá 7 ára gömul, og sjá heimilið og bróður sinn. Vanrækslan af systkinunum ekki vel sýnileg utan veggja heimilisins, en til að undirstrika áhrif hennar sífellt verið að tengja börnin, foreldra þeirra og fjölskylduhúsið við dauðan, reimleika og ókennilegar aðstæður. Foreldrarnir eru læknar og því upplýstar manneskjur sem eykur óhugnað sögunnar. Af 2 óhæfum uppalendum stendur Haraldur sig betur en Ragnhildur því hann sér til þess að börnin fái einhvern aðgang að mat og veiti stundum athygli. Ragnhildur minnir hins vegar á mannfreskur og hrollvekjum sem láta sig hvorki varða hvernig afkvæmunum líður né bregðast við þörfum þeirra. Algengt að illska slíkra mæðra tákni það sem samfélagið óttast hverju sinni. Andvaraleysi Ragnhildar yfirgengilegt en freistandi að túlka það sem líkingu fyrir hvernig íslenskt samfélag sameinaðist lengi vel að þegja yfir illri meðferð á börnum. Ragnhildur hlýtur reyndar að vera ein frumlegasta persóna Steinunnar því hún skoðanarík sjálfstæðiskona, herstöðarandstæðingur og spíritisti, stórkostleg blanda, vonlaus móðir en frábær barnalæknir með mikla samlegan í garð annarra barna en sinna eigin. Þetta alveg briljant blanda hjá Steinunni. Systkinin Lilla og Mummi, föl og horuð, minna sem börn á drauga. Leikirnir þeirra, læknisdraugaleikurinn, dauðaleikurinn og ósýnilegi leikurinn eru óhugnalegir og vitna vanlíðan en sýna þó hvernig börnin nota ímyndunaraflið og húmor til að takast á við nöturlegan veruleika og skapa nýjan heim þar sem þau eru stjórnendur eigin lífs en ekki þolendur. Dauðinn setur mark sitt á allt heimilislífið. Foreldrarnir syrgja opinskátt æskuástir sínar, auk þess sem Ragnhildur stendur reglulega fyrir miðilsfundum, einkum þegar hún hefur mist barn sem hefur verið sjúklingur hennar. Á slíkum samkomum hrýna oft látnu börnin og halda vöku fyrir Lillu. Í reimleikasögum draugagangur gjarnan líking fyrir missi, erfiðar minningar eða leyndarmál hússins og þar með dregin athygli að því sem þaggar niður í einkalífinu eða í samfélaginu. Gól dánu barnanna má því túlka sem ákall að samfélagið hlúi almennt betur að börnum áður en það verður og seint. Á fullorðins árum hvelur draugagangurinn Lillu áfram eins og eftirfarandi ummæli vitna Þeir eru farnir að breiða úr sér, þessir daufu skuggar og þrengja að mér í ámátlum dansi, sumir með fléttur og þykjast hafa tilverurétt. Ég bíð bara eftir að taki á sig eiturskarpar útlínur og kyrki mig helst með samstilltu átaki og mörg hundruð puttum. Gotneska myndmálið endurspeglar reimleikana í huga Lillu, hvernig áleitnar bernskuminningar leita á hana og vekja hjá henni vanlíðan. Í lífi númer 2 á æskuheimilinu ræðst hún í framkvæmdir á húsinu sem grotnað hefur niður og safnað myglu í herbergjunum. Ástandið á húsinu ríma við líðan persónunnar og því verður endurbyggingin táknræn fyrir átök við fortíðina. Áhrif erfiðrar bernsku kom ekki aðeins fram í vanlíðan Lillu, heldur markaði einnig ástarsambönd hennar, annars vegar við æskuástina og hins vegar við eiginmanninn fyrrverandi.
Hvorum getur hún gefist til fulls og deilt með reynslu sinni meðan á samböndunum stendur. Samkvæmt Lillu felst ástin í því að sjá og kunna á litin í manneskjunni sem viðkomandi elskar. Það kunni kærastinn og því það táknrænt að einu skiptin sem hún klæðist litum þegar þau eru saman. Hún kann þó ekki að skæra liti ástarinnar og endar á að hafna henni, hættir með kærastanum og klæðist í kjölfarið helst drapplituðum fötum og litar aldrei skolleitt hárið. Útlitslýsingin sýnir hvernig ástin fjarverandi í lífi Lillu. Undir sögulok persónan þó tilbúin að deila reynslu sinni með æsku ástinni, en sú fegurð ástarsöguna sem byggð hefur verið upp að elskendurnir nái saman að nýju harkalega rifin niður og hryllingurinn tekur völd því Lilla lætur lífi í bílslysi rétt ókomin í sumarbústað kærastans og í lokin svolítið eins og bókin breytist í ljóð. Að mínu mati Sólskinshestur ein mikilvægasta skáldsaga Steinunnar. Hún minnir okkur á nauðsyn þess að vernda börn, sýnir hversu mikil áhrif vanræksla í æsku getur haft á líf einstaklings og varpar ljósi á hve vandlega falið samfélagsmeinið Síðan bókin kom út hefur almenn þekking á áhrifum áfalla í bernsku á líf og geðheilsu fólks aukist til muna, en enn benda nýlegar rannsóknir til þess að vanræksla barna sé falið vandamál í íslensku samfélagi. Sólskinshestur átti svo sannarlega brýnt erindi við íslenskt samfélag 2005 en ekki síður í dag 20 árum seinna. Takk. Hvernig höfum við samræður? Jú. Já, ok. Kannski má Kannski má líka nefna svo flott hvernig stéttaskiptingin sýnd í bókinni, af því það önnur persóna sem heitir Nelly Rósa sem alkoholisti og hún hefur misst barnið sitt en því hún hefur ekki hugsað nógu vel það. En læknarnir sem hugsa ekkert börnin sín, það ekkert gert við þau. Svo það líka að dreigja svolítið vel fram. Þetta staðan skiptir máli. Það ekki fyrir. Já, góðan daginn. Ég heiti Þórunn Hrefna. Ég ætla að tala hana Öldu. Ég langaði nú að nefna því að það var enginn sem tók upp. Það var enginn sem vildi ræða þetta neitt erindið áðan. Það náttúrulega vanrækslan kemur líka fyrir í tímaþjófnum. Það svona vikið að henni aðeins, þó að hún sé ekki mikið umtalsefni, en það sagt foreldra sem vissu aldrei hvað börnum leið eða barni leið eða myndi eftir að taka nótis. Það var semst á landlæknisheimilinu og þau læknar áðan. Þannig að ég bækurnar hennar Steinunnar og þá ólíkar síður þá tengjast þær alltaf eitthvað. Það einhverjir þræðir. En Alda Oddsdóttir Ívarsen, sú flókna og stórskemmtilega persóna, sem jafnframt uppáhalds sögupersonan mín bara í gervallri íslenskri bókmenntasögunni, hefur fengið ýmislegt sig skrifað eins og hún á skilið. Femínísk greining Helgu Kress, dæmd til að hrekjast, verður til dæmis lengi í minnum höfð, svo grein Öldu Bjarkar Valdimarsdóttur á frátekna staðnum fyrir mig, þar sem notuð eru tól sálgreiningarinnar. Báðar þessar greinar eru hyldjúpar, gáfulegar og heillandi. Kannski einhverjum þykir tími til komin að heyra umfjöllun sem aldrei fer á dýptina, heldur lónar einungis á grunnsævinu og ég hef tekið það að mér. Hafa þær, kvenhetjur Steinunnar, einhverju breytt yfirskrift þessa málþings. Það þó ekki úr vegi að hugsa aðeins þann jarðveg sem Alda sprettur úr sem persóna. Steinunn segir okkur í skáldssögu að hún hafi verið 7 ár, löng ár, að skrifa Tímaþjófinn sem kemur út 1986. Það hafi útheimt meira sálarstríð en nokkur persóna hennar fyrr eða síðar. 1979, þegar við gefum okkur að ritun þessara sögu hafi hafist,
Þá var landslagið allt annað. Mér minnar ég hafi í kringum 1980 alltaf fengið í jólagjöf bækur eftir Therese Charles og Sigge Stark, Bodil Forsberg. Ég las heilu hillumetrana af þeim. Þar sem að það var engin persóna sem kvaldist í ævilengri ástarsorg, heldur fengu þær allar mannin sem þær elskuðu. Og allt var eins og það átti að vera. En síðan kemur annað til á þessum mótunar árum Öldu. Það var hið svokallaða nýraunsæi. Kvennahreyfingin á 8. áratugnum notaði bókmenntir sem baráttutæki. Nýraunsæið birti það sem áður hafði legið í þagnargildi, frásagnir af kvenlegum reynsluheimi, frásagnir af kúgun og heimilisofbeldi, fóstureyðingum, ferðum til kvensjúkdómalæknis, barnsfæðingum og slíku sem aldrei rataði í bókmenntir þess tíma. Allavega ekki bókmenntir eftir karla. Nýraunsæi barst til Íslands og útkomu fjölmargar skáldsögur eftir konur frá 1997 og næsta áratug á eftir. Af þeim má nefna Stefaníu Þorgrímsdóttur, Ásu Sólveigu, Magneu Jóð, Auði Haralds, Áslaugu Ragnars og þær skrifuðu margar skáldsögur á þessu tímabili en síðan hurfu þær ein af annarri, eða hurfu allavega til annarra starfa heldur en þess að skrifa skáldsögur líf kvenna. Og Dagný Kristjánsdóttir, bókmenntafræðingur, hefur varpað fram þeirri spurningu hvort að kvennahreyfingin hafi kannski kyrkt allar þessar hæfileikaríku konur í faðmlögunum. Hún er svo hrifin af þeirra framlagi að þær bara dóu í faðmlögunum. Skyndilega þótti ekkert eins hallærislegt og nýraunsæið einmitt. Og ég tímaþjófurinn kemur út í lok þessa tímabils og Alda á mjög lítið sameiginlegt með nýraunsæju skáldsagnapersónum. Kannski var það sem að heillaði mig og vann mig á bönd Öldu, unga. Ég var búin með ástarsagnarekkana alla og nýraunsæið bara hafði ekki hrifið mig að ráði. En það sem hreyfði mig við Öldu kemur eiginlega í ljós á fyrstu síðu tímaþjófsins. Alda, eins og við munum, kemur of seint kemur of snemma, segi ég, svo Helga bendir á, snemma á skólasetningu og fylgist með fólki tínast úr kirkjunni eftir útför. Hún segir, ég í rauðu kápunni og svörtu sokkunum og ég hálf sénert ef menn skyldu halda að ég hafi verið í jarðarför svo mellulega búin. Stílfimi Steinunnar og kaldhæðni Öldu, óhóflegt sjálfsálit hennar, líka það að hún er svona smá ótugt og kvikindi, lauslát og hefur óleyfilega skoðanir á ýmsum málum. Það féll í krami hjá mér, ungri, eins og til dæmis þessi hressandi afstaða, þið verðið að afsaka. Ég finn ekki til hræðslu. Ég er kona sem enginn myndi þora að nauðga. Ef það færi samt í það, er ég löngu búin að gera upp fyrir mig hvað er best. Bara láta þetta hafa sinn gang. Hvaða máli skiptir mig eitt tippi til eða frá? Og ekki ætlaði ég að breytast neitt þótt einhver psykópati út í bæ nauðgaði mér. Nei. Alda er stórbrotin karakter, hún er til á sínum forsendum og hún nýtur mikils frelsis. Hún hefur stórt sérherbyggi, heilt hús í Skjólunum, ættarhúsið. Hún á peninga, hún er stórglæsileg, hefur góða menntun, frelsi til að ferðast, talar 9 tungumál. Áfram mætti telja, en hún er ekki hamingjusöm. Öldu þykir ekki sérstaklega gaman að lifa og hún segir það fullum fetum oftar en einu sinni. Það hefði einmitt verið kærkomið fyrir mig að vakna ekki í morgun. Mér var aldrei langað minna til þess að vera ofanjarðar. Og henni þykir grimmilegt að það er Alma, systir hennar, sem deyr, af því að henni þótti svolítið sem mér þótti ekki. Henni þótti gaman. Er frelsi Öldu ef til vill of mikið? Fékk hún allt frelsið sem kvennahreyfingin barðist fyrir og kunni svo ekkert með það að fara. Öllu hef ég stjórnað nema þér, segir hún við Anton. Hún þjónaði engu og engum nema Antoni og þráhyggjunni sem yfirtekur að lokum allt. Hún hafði ótakmarkað frelsi sem endar síðan í dauða, segjum við, ef ekki. Takk fyrir mig.
Ég er alveg tilbúin að ræða eitthvað, ef þið viljið. Taka eina mynd hérna einhverja meðan við mæli því. Það er margt þetta ræða og margt þetta tengja. Ég er svo gaman að ég tengja þér saman hérna Öldu og Samöndu sem að hann ætlar að tala um hann Ástráður. En við kannski leyfum honum að komast að bara, eða hvað? Já. Já, og hún er bara stjarna, það er bara þannig og þarna alltaf á skjön við svona þessar persónur sem fólk vill skrifa svona eins og konur eiga að vera, þannig er hún ekki, þess vegna elska ég hana. Og svo má hann beita því við að svo hún eiginlega myrt í skáldsögu sem nýlega og ljóskyldar að þá bankar fólk upp hjá henni til að drepa. Já. Svo inni skrifa þetta ljóskyldar og það er aldeilis og viðfang borðingja. Já, ég kláraði aldrei ljóskyldurum. Það var löng fyrir mig. Nei. En það var þetta að bókin hvað skáldsana að tímaþjóðum hefur við kennt mikið í háskólanum á þess að ég er að breiða því út í tímrein að þá er það náttúrulega alveg rosalega skemmtilegt fyrir því að bækurinn hafa vegið húta sem kennstöðum og það er frábæru kennurum sem hafa þetta nokkuð hérna viðstaddir og Sigrún og svo þeir sem að taka hér til máls frá háskólanum og náttúrulega Guðni Elísson og Alfred hafa líka kennt mikið af verkefninu. En ástæðan fyrir því að tala um þetta svo að ég velti fyrir mig hvort það séu margir nemendur í bókmenntunum sem að fengi viðlíka ör á sálina eftir að lesa mig eins og kona sem kom í Víðsjá þegar það verið að fjalla um ljóðabálkinn Finnunótt. Hún byrjaði á þessari yfirlýsingu. Ég las yfir mig á Steinunni Sigurðardóttur í bókmenntafræðinni. Já, þarna, ég skil ekki þessu konu. Og þá ekki ég. Nei, ég ætla að þakka fyrir mig, bara kæra þakkir. Ég er að velta fyrir mér sko því að Steinunn hefur skrifað einhvern veginn bara ég er líka að segja að þessar stundu allar þjóðurar konur, en það er auðvitað ekki þannig, það er Karlsfjörður og það. En þær eru meira minna ekki venjulega konur. Og þetta setningabrot þarna á manni alltaf á skjön. Er kannski eitthvað sem að, já, mér fannst alltaf á því augnablikki stundu aðalsvart. Svona einhvern veginn alltaf nákaði þetta allt saman. Getum tekið ýmsar. Heiða sem er sýningastúlka í fínustu tískumúsum og verður fjartala bóki einhverja erfiðustu sveit landsins hún ekki á skjön. Vigdís Finnbogadóttir sem úr því að reka leikhús og ég verða fyrstu kjörum kvenforseti. Má telja áfram. Systa sem býr í kjallarum kompunni sparkar saman dósónum og selur til að vísa á. Ég ætla að séu bara, ég ætla alltaf að velta því fyrir mér áfram, hvort það séu ekki bara frá skjön. En takk fyrir Steinunn, ég sem gömul gamall barnaverndarstarfsmaður og félagsþjónustu kona fyrir að skrifa þessi bókum sem er skjön og velferðarskona. Það var gerðið það. Komið sæl og sérstaklega vinkona mín Steinunn. Ég heiti Ástráður Eysteinsson og er prófessor í hinni umtöluðu almennu bókmenntafræði og hef kennt Steinunni og tímaþjófum meiri segja fyrir allum síðan endar. En fer hér yfir í aðra bók, Ástina
fiskana sem að ég get einhvern veginn lesið ótal sinnum og uppgötvað svo margt í hvert sinn að það er erfitt að halda utan að það. Ég gekk fram á Hans Örlygsson á Laugaveginum í gær. Hann hefur lagt af og mér finnst það klæðan betur. Ég heilsaði manninum en þóttist vera á hraðferð. Það eru orðnir 8 mánuðir síðan ég sá hann í mýflugumynd, líka á Laugaveginum, og næstum hálft ár frá því hann hringdi síðast, kvöldið fyrir gamlársdag. Ég ætlaði ekki að minna mig á þetta, heldur lesa prófverkir í næði því vinnufélagarnir eru farnir í langan hádegismat á föstudegi. Þetta eru gömul indversk ástarljóð sem ég hef verið að detúa við að þýða í nokkur ár. Svona hefst nóvellan Ástin fiskana eftir Steinunni Sigurðardóttur. Það fer vel á slíkri fyrstu persónu frásögn í þessari reynslusögu, ástarsögu, og það sama má segja sögurnar Tímaþjófinn og 100 dyr í golunni. En jafnframt þetta skemmtilega djörf frásagnaraðferð í verkum sem þessum, því að þarna mætast raddir sögukvennana sem vitna reynslu sína og rödd eða tjáning hins skrifandi rithöfundar, kvenrithöfundar. Sögukonurnar og höfundurinn eiga þannig saman það ríkulega en libra tungutak sem einkennir þessi verk og sem ljær sögukonunum ákveðin karakterstyrk sem stundum einnig kímilegur, jafnvel á ögurstundum. En það auðvitað höfundurinn á bak við verkið og í verkinu sem spinnur sögurnar. Ég gekk fram á Hans Örlygsson. Upphafsorðin í Ástinni fiskana eru sérstök og krydda framhaldið fyrir lesandann. Ætti þetta orðalag ekki betur við ef bóndi hefði gengið fram á dauðan lamprút í smælamennsku. En afstaða Samöndu til hans ekki á eina lund eins og fram kemur í því að hún man nákvæmlega hvenær þau hafa hist og hann reynt að hafa samband við hana. Hún leggur frá sér indversku ástarljóðin og tekur að rifja upp söguna af Hans Örlygssyni. Því eins og segir í þessari skáldsögu, það gerist ekkert þegar það gerist. Það gerist eftir á. Þau höfðu hist þegar hún var í erlendri borg fyrir 3 árum, þar sem hún bjó hríð hjá vinum sínum í húsi sem henni fannst vera lítið kastali, eins konar útibú frá aðalkastalanum sem stóð upp á kletti í nágrenninu. Þarna hún byrjuð að fást við indversku ástarljóðin, en eina vikuna fór hún dag eftir dag að rannsaka myndina af 3 aldurskeiðum mannsins sem feníski meistarinn Titian málaði á 16. öld. Og ég kunni ekki við að láta bregða upp málverkinu hér. Ég hefði horfið inn í það hérna nefnilega, en þið kannist kannski við þetta fræga málverk Titians. 3 aldurskeiðin, hérna eru ungabörnum 2 sem engillinn vakir yfir. Hér eru elskendurnir, komin nokkuð áleiðis á ævinni og hér eru 2 höfuðkúpur og albinn maður sem heldur utanum það. Þetta ferðalag mannskepnunnar ef hún fær að lifa. Rauða litin í kjól ungu stúlkunar sem situr á tali við elskógar sinn undir trénu hafði ég aldrei séð áður, segir Samantha. Þessi litur skiptir mjög miklu máli í skáldsögunni. Hann rauður eða hann appelsínugulur? Og það spinnst töluvert í umræðum í sögunni og mjög athyglisverðan hátt og litir reynda að skipta mjög miklu máli í þessari sögu, stundum í tengslum við blóm og ég kem að fleiri atriðum að því leyti. Og þetta fræga málverk í listasafni Skotlands í Edinborg, þannig að Samantha dvelur þar í borg þó að staðurinn sé aldrei nefndur sem slíkur. Ennfremur flöktir hugur hennar iðulega til náttúru Íslands og sumardaga sem hún að missa af þar, ekki síst sumarblómunum, en auk þess eru rósir henni ofarlega í huga. Nafnið Samantha mun vera samsett úr hebreska nafninu Samuel sem merkir að Guð hafi bænheyrt og gríska orðinu Antos sem sé blóm. Hugur hennar leitandi, iðulega og flökti
og henni finnst einhver hugsanleg tímamót vera í aðsigi og að óskirnar sem ég vissi ekki hverjar voru myndu rætast allar sem ein ef ég fengi að sitja á steini út í læk og fylgjast með ferðans á stuttum kafla. Fyrir tilviljun hittir hún Hans Örlygsson í dyrum Edinborgarkastala. Þau hafa vitað hvort af öðru en kynnast nú og hann sýnir henni fljótt áhuga. Hún veit sennilega frá upphæfi að hann í sambandi við aðra konu, nánar tiltekið dóttur eiganda fyrirtækisins sem hann starfar hjá. Það eru ekki bara ástartengsl, það eru efnahagstengsl þarna. Þannig að Samantha fer í vörn. Hún sem skjaldmær í litla kastalanum þar sem hún býr. Það eru 2 páfuglar sem stjákla í garðinum og hún hleypir Hans ekki inn til sín. En hann heldur áfram að reyna til að Íslands komið og þau eiga 2 ástarfundi heima hjá henni. En eftir þá lætur hann ekki heyra frá sér nokkra hríð. Það gerist ekkert meðan það gerist. Það gerist sitthvað kannski meðan fólk bíður. Og þessum tímapunkti rétt að taka fram að þessu verki vindur ekki fram eins og raunin með flestar skáldsögur, enda þetta ekki skáldsaga, heldur nóvella. Skáldsagan hefur orðið það útbreidda bókmenntaform sem hún vegna þess hversu langt hún gengur í sköpun samfeldsmerkingar heims sem umleikur persónur og atburði. Nóvellan, sem oft skilgreind út frá lengd sem eins konar miðstig milli smásögu og skáldsögu, reynist oft búa yfir ýmsum ráðum til að útvíkka merkingar heimsinn. Til dæmis með skírskotunum til hugmynda, staða, myndrænnar tjáningar sem og til annarra verka, hvort sem þau eru í tónum, myndum eða rituðu máli. Og þetta verk hér náttúrulega grundvallar atriði í þessari skáldsögu, þeirri samræðu sem í þessari nóvelu fyrirgefið, þeirri samræðu sem nóvelan á í við umheiminn. Og þetta allt á sannarlega við þessa snilldar nóvelu Steinunnar. Fyrrnefnt málverk Titians frá endurreisnartímanum sem Samantha gagntekin af gott dæmi slík merkingatengsl. Samkvæmt þeirri mynd liggur leiðin frá bernsku til elli löfgað svæði elskenda sem að vísu stefna til dauðans eins og við öll en eiga kost á að endurnýja lífsferlið. Þannig að spurningin sú, Samantha þeirrar skoðunar að ástin sé óhjákvæmilegur þáttur í lífsferðinni. Ég má til með að segja frá því að fyrir tilviljun í morgun þá greip ég upp tímaþjófinn og fann að ég hafði sett þar inn spurningu dagsins hjá DFF og einhverjum ástæðum geymt í þeirri bók, kannski var þetta þegar ég var að kenna tímaþjófinn í samtíma bókmenntum í almennu bókmenntafræði og spurning dagsins hvað ást og það eru nemendur sem að svara og Natalía nokkur svarar, það ekki bara lífið sjálft? Og mér fannst þetta ótrúlega magnað svar og myndi mig akkurat á það sem að Steinunn að gera á þessa lífsferð sem að birtist í einu magnaða listaverki Titians sem ég veit að ég mun brjóta tímamörkin en dökka það ekki bara lauf hér sumartíð, það líka hér þið dökka svið í myndinni, það á þessum stað á lífsleiðinni og það athyglisvert og það náttúrulega þið dökka og hinn svarti litur fær sinn skammt í þessari nóvelu. Já, nú, tengslin við Jónas Hallgrímsson sem heiti verksins sækir til, sem sé í þýðingu hans á texta dýrafræðingsins Cuvier, eru einnig mikilvæg. Þar segir meðal annars að vegna þess að fiskar dragi andan í vatni, hljóti blóð þeirra vera kalt og þar af leiðir aftur að fjörið í þeim minna. Tilfinningin ónæmari og hræringin daufari en í fuglunum og spendýrunum. Þó heilinn sé áþekkur, hlýtur hann að vera þar eftir minni og skilningarvitunum svo háttað að þau naumast geta hrifið á hann kröftuglega. Satt það einnig að fiskarnir eru allra hryggdýra óviðkvæmastir. Þetta
og síðan segir, og þetta tengist titlinum náttúrulega, ástin fiskanna er köld eins og þeir sjálfir, hún er ekkert annað en stundarþörf einstaklingsins. En andhverfa þessara stundarþarfar kemur einnig fram með skírskotun til Jónasar og Þóru sem hann orti sitt kunna ástarlegu til. Að vísu kemur Galtar á ekki við sögu Samöndu og hans, hvað þá að þau séu þar saman, heldur fara þau hvort í sínu lagi að norður á í Borgarfirði. Ég er náttúrulega mjög ánægð með hennan flutningi mitt heima hérað og Samanta í bókarlok og þar færir Lóa nokkur henni kveðju frá hans. Þetta er náttúrulega kveðjan eins og hjá Jónasi nema það kemur Lóa í staðinn fyrir Þröst. Steinunn lætur ekki þar við sitja heldur setur skötuhjúinn í þriðja sinn sem þau hittast í hlutverk Snæfríðar og Arnars í Íslandsklukku Laxness. Vinur, hví dregur þið inn í þennan voðalega bjálkakofa, spyr Samanta. Við leitum að týndum blöðum, segir hann strax, betur heima en ég hafði ætlað. Það verður aldrei bók úr því, segir hún eða hugsar. Lesandi getur ekki vita það. Nú dugar ekkert minna en mikill flótti. Þetta hugsar söguhetjan Samanta. Undir bókarlok leið og hún snarast upp úr baðkari á heimili fráskilins karlmanns sem hún hefur tekið upp samband við. Og þótt hann virðist enn gagntekinn af sinni fyrrverandi konu, hefur Samanta flutt inn til hans og barna hans. En fyrrnefndi viðbrögð hennar við símtali sem hún hefur átt þarna í baðkarinu við Hans Örlygsson, fyrrnefndan, í einhverjum skilningi á floti eða sundi. Þegar síminn hringdi tókst henni að fiska tólið til sín, eins og þar stendur. Hún hafði nefnilega skilið símann eftir við dyrnar, þetta nota bene fyrir tíma hinna alræmdu farsíma. Ég vék hér áðan að takmarkaðri ást fiska í texta sem náttúrufræðingur, ljóðskáldið og þjóðargersemin Jónas þýddi, en það hins vegar ástmögurinn Hans Örlygsson sem í símanum. Og þótt hann hafi nú eignast barn með konu sinni, fær hann ekki hamið sig þegar Samanta annars vegar. Hann heyrir skvampið í baðinu og segir, ég kem eins og skot, ég verð að koma. Og því hugsar Samanta, nú dugar ekkert minna en mikill flótti. Ég veit að heiminn og jörð farast ef hann nær mér núna. Og hvað stoðar það okkur að lifa ef heiminn og jörð farast? Hún hefði kannski betur látið ógert að fiska tólið til sín. Sköpunarafl þessa höfundar tegir sig þarna frá ástarrífi fiska með skírskotun til Jónasar til kollsteypu himins og jarðar, en auk þess leyfi ég mér að ætla að flóttinn mikli sé vísun til frægrar kvikmyndar frá 1963 sem Steinunn kann að hafa séð á unglingsárum, The Great Escape, með Steve McQueen, James Garner og fleiri fræga fíra í aðalhlutverkum. Myndin byggir reyndar fremur losaralega á samnefndri bók frægan flótta allmargra herflugmanna og fangabúðum nasista árið 1944. Flótta sem endaði reyndar í flestum tilvikum með ósköpum. Þetta frásögn og kvikmynd hóp karlmanna í heimsstyrjöld. Getur verið að Steinunn tefli einni kvenpersónu fram sem ígildi þessara stríðskappa? Já, þannig það og kannski flótti hennar ekki einleikinn. Hann kann að vera nauðsynlegur hennar sjálfrar vegna. Var hún ekki einmitt búin að stíga sjálfkrafa inn í eins konar fangelsi eftir að hafa lent á villigötum á milli tveggja karlmanna? Þá má spyrja hvernig þessi rithöfundur beri sig að. Bregður hún fyrir sig ýkjum sem kannski reynast ekki ýkjur, vísunum sem vinda upp á sig og að auki kaldhæðni sem kraumar í. Þetta eru þættir í því leikrúmi, því sköpunarrými sem Steinunn nýtir sér af stakri snilld. Ástin fiskanna ástarsaga, en þó ekki í takti við ýmis ráðandi mynstur í ástarsagnahefðinni. Við heyrðum aðeins áðan þá hefð. Hún bókin í reynd eins konar ástarígrundun, jafnvel eins konar rannsókn á því tvíbenta, já reyndar margflókna afli sem býr í ástinni. Afli sem á það til að stugga við skynseminni, rökhyggjunni og alls konar leiðsögn. Takk fyrir. Spurningar.
Góðið sæl, Viðar heiti ég, Bóndason á Norðan og Neftóbaksfræðimöður. Ég ætla að tala Systu í karakter. Hún vex alltaf, merkingarsviðið í sögunni, það vex alltaf og það vöxtur sem ekki af sama kyni og hagvöxtur. Leiksagan Systumegin lítil að umfangi en vex við lestur því rödd Systu engu lík. Helst þá lík rödd Steinunnar sjálfrar í flugbeittri orðanótkun og herlegum orðasmíðum svo ég steli orðfæri Jóns lærða herlega sperlasmíðar. Orð Systu sína karakter og spegla eitthvað, en hvað? Ég kann ekki reiknikunst til sjálfbærni en vistspor Systu varla mælanlegt. Þurrðardagur hennar jól, frekar en upp úr jólum eins og í okkar blinda bruðlsamfélagi. Systa ekki bara utangarðskona sem miskunnar sig yfir útigangskonu, bróður og kött. Einræða hennar, brotin upp með leikatriðum, harðkjarna uppskrift að sjálfbærni, eins og úr fræðsluefni Landverndar. En þó miklu meira. Sama staðar ígildið í frásögn hennar örheimur, brotin kjarnafjölskylda, faðir, móðir og börnin Systa og brósi sem kalstrá ástleysis og svo hlý frænka og góð amma. Lóló og Læðan fá skjól hjá Systu en svo ógna tveir ofbeldismenn þessum örheimi, Bjarni með sína merkjavöru og raffineraða ilmsans sem gagnstæður stingbombunni Lóló og svo það loks Ketill þrælahaldari. Þetta svolítið skrítinn heimur. Systa einmitt ekki þessi undirmálskona sem að fólk telur sig kannast við, heldur trega skopfærð andhverfa þess náttúrudrottnandi bruðlsamfélags sem á öruggri hagvaxtarleið með heiminn til helvítis og átta sig ekki á því að blind drottnunarhyggja snýr að umhverfi jafnt sem meðbræðrum og systrum. Þessar aðstæður gerðar manneskjulegar í lifandi rödd persónu sem hægt að samsama sig með í ankannaleik hennar og gæsku. Galdurinn þar að baki lifandi, afhjúpandi samræða Systu við umhverfi og samfélag. Annars vegar sjálfstjórn og tök á eigin lífi, sjálfsafneitun eða meinlæti til að komast af sem byggir til að mynda á stjórn á eigin líkamsstarfsemi af úrgangsvistfræðilegum salernisástæðum, en ekki síður einfaldri og beinharðri hagfræði sem afhjúpar haldleysi viðtekinna hugmynda með því að taka bara mið af augljósum efnislegum forsendum. Það skopfært í kostulegum orðaleikjum, ótal tilbrigðum ígildis og áþekkra hugtaka geldrar kerfishugsunar, nýtni í stað nísku, að spila úr því sem veruleikinn býður upp á, sem leiðir hugan að ofníðslu á auðlindum. Hún veit alveg ógöngur örheims síns og heimsins alls vegna hugarfars móðurinnar. Og smá tilvitnun. Strandstaðarættin þekkt fyrir að vera stórgerð og forn í skapi frá fyrstu tíð og sögur fóru af nísku, jafnvel þegar velmegunin var orðin meiri. Þetta neftóbaksfræðilegt orðfæri, en ættin og heimurinn strandstaðir í ógöngum sem spretta af innantómri auðsöfnun sem speglast í fyrrnefndum orðaleikjum. Hins vegar kærleikur hennar og ástúð gagnvart öllu sem lífsanda dregur, meðfram djúpum trega og söknuði einmitt eftir slíkum kærleik. Löngun hennar í nánd sterk, í snertingu, hún segist vera ósnert fyrirbæri og saknar kynlífs og hann langar í bad. En hún gleðst yfir í velgjörðum og umhyggja fyrir Brósa og Lóló djúp. Brósi, uppstrílaður óstöðuleikinn, segir að hún sé hálfvitalega nægjusum og hann segir: Þú getur ekki komið kerfinu í skilningum hvað þú gigtveik og fjársvelt. Það ekki það, segir hún, og svo bætir hún við: Ég ekki til. Og eykur þannig tilvistarvíti í samræðu velferðarkerfið. Bjarni segir að það vanti svo mikið í hana. Hún veit það, en það ekki það versta. Það versta að vita ekki einu sinni hvað vantar, segir hún svo. Hún veit ekki en veit samt og segir: Manneskjan ekki viðráðanleg eining. Og það önnur undirfurðuleg tilvistarhugsun sem gefur lífi Systu stóra vídd. Allt þetta heiminn sjálfan og afstöðuna til hans í lífi hennar og tilveru. Kertaljósið í blálokinn vonaglæta,
í viðkvæmum og brothættum heimi þar sem Systa kannski sterkust allra. Systa lítilfjörleg á hefðbundnum mælikvörðum og kallar sig fávita sem þráði mýkt og hlýju ullarmjúku gersemana í sveitinni. Í raun hún greind, klár og djúpvitur. Hún vex út úr kjallarakompunni, út í borgina og gefur alltaf stærri og stærri heim í skyn. Í vitundinni sína mannlegu smæð hún stór. Hugur hennar fellir í lifandi heild þar sem ekki passar saman, fléttar saman andstæður sem við getum einmitt trúað á fyrir galdur sagnalistarinnar. Hún ullarmjúkt lamb Guðs sem ber synd heimsins á herðum sér. Síðir nær hún út í kosmosið sem hún rúmar á sinn hátt því hún veit að líf okkar blaktir á skari. Takk. Spurningar, komment? Viltu segja hvað titilinn Systur megin? Já, hann allavega tvíræður ef ekki meira, sko. Bæði máttur og megin og hérna svo bara standa hliðina á henni, standa með henni. Það gæti alveg verið fleiri merkingar, sko. Stefnu til alls vís. Það náttúrulega mjög fræg titil. Hvernig myndum við þýða það Gunnarsmáli? Þannig að það ekki Swans Maid í brúst? Já, Swans Maid. Kannski getur hugmyndina það. Gæti alveg verið. En oftar en ekki þá veit maður ekki neitt hvað hugmyndina koma. Stundum getur maður aðeins byrjað að ímynda sig. En það að finna titilinn að alltaf mjög sérstakt mál og þar fær maður í við með sér útgefendur og ritstjóra og titlarnir renna nú eins og við. En ég svo þegar ég búin að koma niður í kannski svona 3, 4, 5 að þá kalla ég útgefanda og ritstjóra til og hann ástina fiskana þá var það í rauninni Sigfús Daðarsson sem samfelldi og ég ætla að nota handtitil en ekki eitthvað að stóra aðeins. Og þannig að það getur utan að koma til hjálpræði reynist notatjúpt eða segjum skoðum. Þannig að ef hann hæstir að þú talar þessu Sigfús tilfelli þá segir maður bara takk og bless. Og ég finnst þetta briljant titill og það er náttúrulega alltaf þannig með hugmyndir, sko, að hvort sem að það er í skáldskap eða fræðum að það er ekki verið að púsla saman legokuppum, sko, í einhverja byggingu, heldur náttúrulega flæða hugmyndirnar og fólk grípur þær og þær verða úr einhverju eftir einhvern meltingaferli, sko. Þannig að það væri eiginlega ljótt, sko, að vera ætlað til þess að fá einhverja útlistun á því hjá Steini til þess hvað titillinn merkir. Ég alveg útfært að tala spasinni. Það engin nýskap þar. Það ykkur ágætt bara. Góðan daginn, Gunnar Snorri heiti ég, Gunnarsson, embættismaður á eftirlaunum og það kynni kannski einhver að spyrja sig hvað er svona afdankað möpput ég að gera í þessum virðulega bókmenntafræði hóp. Mér til málsbóta get ég sagt að ég er góður vinur bæði Steinunnar og Vigdísar og þannig að sögusvið bókarinnar er mér svona frekar kunnugt og hins vegar svona einhvern tíma fyrir hálfri öld eða svo lagði ég stund á bókmenntir við Edinborgarháskóla. En ég ætla að byrja á það að til eru þeir höfundar sem alla ævi endurrita sömu bókina aftur og jafnvel bara með ágætis árangri. Svo Nóbelsverðlaunahafinn Patrick Modiano er einn slíkur því að hver bókin rekur aðra en allar eru þær keimleikar alltaf sömu bókina lært hjá honum. Þessu er öðruvísi farið þegar Steinunn á í hlut. Það veit eiginlega aldrei á hverju maður getur átt von, sko, þegar maður opnar nýjustu bókina hennar, sko. Hún virðist leggja upp í nýja vegferð með hverri bók, finnur nýjar lausnir og síbreytileg sjónarhorn. En í þessu fjölbreytta höfundarverki
hefur bókinu Vigdísi Finnbogadóttir, ein á forsetavakt, algera sérstöðu. Hér í fyrsta lagi að ræða sannsögu sem óneitanlega hlýtur að hefta annars einkar fjörugt ímyndunarafl höfundar. Til viðbótar kemur að hér á í hlut ríkjandi þjóðhöfðingi sem að auki kona sem Steinunn ber greinilega mikla virðingu fyrir og þykir mjög vænt um. Þetta meiri háttar diplómatísk áskorun en Steinunn fetar þetta einstigi af mikilli fimi. Öllum staðreyndum til haga haldið en skáldlegt innsæi gefur þeim líf og lit og varpa nýju ljósi á þjóðþekkta persónu. Segja má að hér taki höndum saman skáldið Steinunn og blaðamaðurinn Steinunn til að skapa einstaka bók. Uppbygging bókarinnar einkar svona hugvitsamleg því að lýst 7 dögum úr lífi Vigdísar en ekki samfellda viku að ræða því flakkað í tíma og rúmi. Sunnudagur í maí 1988 á Bessastöðum en næst tekur við mánudagur í Bordeaux árið 87, árinu áður. Þess að vikan sem lýst spannar því heilt ár. Viðburðum og atburðarás þessara ólíku daga lýst af nákvæmni og þétt dagskrá forseta tíunduð í þaula. Ekkert fer fram hjá skrásetjara, húsakynnum og klæðaburði lýst af kostgæfni og stundum lagðist inn opinmynt aðdáun því sem fram fer. Ég ekki frá því að Steinunn hafi þannig uppgötvað eða búið til aðra persónu heldur en sjálfa því að skrásetjarnir stundum eins og í leikriti, hún opinmynt til að koma á framfæri hversu stórkostlegt allt saman sem að lífsvön og veraldarvarkonir svo Steinunn myndu kannski fara léttara með en hún býr þarna til sérstakann annars skrásetjara heldur en sjálfa til þess að koma á framfæri ákveðnum hughrifum. Inn í þessa línulegu frásögn svo listilega fléttað inn minningabrotum bakgrunn Vigdísar, ætt hennar og uppruna. Stuttar smásögur úr lífi og starfi skjóta kollinum en ævinlega eins og af gefnu tilefni. Og í löngum köflum hverfur rithöfundurinn Steinunn alfarið og Vigdís talar beint til lesanda. Niðurstaðan að frásögn 7 daga skapar heildstæða mynd af æviferli Vigdísar, persónuleika hennar og lífsviðhorfi. Þetta litla hver á við 3 binda ævisögu. Steinunn, barst í tal hérna áðan, að Steinunn hefur verið fundvís þegar hún gefur verkum sínum nafn. Og titill bókarinnar lætur við fyrstu sín lítið yfir sér. Eftir að nánar aðgáð þetta engar greinargóð lýsing á því að annars vegar vísað til óhjákvæmilegs einmanaleika háls embættis og hins vegar þess þrotlausa starf sem að Vigdís vissulega alltaf af hendi, alltaf á vakt, alltaf til reiðu. Ég sem sagt ekki frá því að með þessari bók hafi Steinunn fundið upp nýtt form ævisagnarritarinnar. Takk fyrir. Já, svo mikið vonað því að þessu mikla spurningar þetta persónu og ef við höfum bara halda áfram. Í verðlaunabókinni Ból kynnist við Lín enn einni kvenpersónunni og smiðju Steinunnar sem ógleymanleg og engum lík. Á skemmtilegan hátt vinkar skáldið til fyrri verka sinna í sögunni. Þannig Ból til dæmis einum þræði vegarskáldsaga eins og Hjartastaður þótt efnistök séu gjör ólík. Lín verður fyrir sárri höfnun í ástum sem hún þolir ekki eins og Alda Ívarsen og forvitnilegan hátt kallast hann á við samöndu því þóttar séu ólíkar týpur þær báðar ljóðaþýðendur sem skapa stórsögur ástina og ástarsorgina. Þegar sagan hefst hefur Lín upplifað margfaldan missi. Foreldrar hennar eru látnir og sömuleiðis einkadóttirin sem lést 19 ára ólétt í bílslysi. Lín syrgir líka jöklana sem hún unnir en fara hverfandi vegna hamfara breytinga.
Þá hefur hún aldrei jafnað sig á höfnun æskuástarinnar og ekki orðið ástfangin aftur, en hún löngu fráskilin við barnsföður sinn sem hún elskaði aldrei. Auk þess hefur persónan greinst með krabbamein og gengið gegnum erfiðar meðferðir við því. Þrátt fyrir allt erfiðið hefur Lín haldið lífinu áfram með einstakri þrautseigju. Þegar gosræningar benda til þess að brátt muni Sæluból, hjartastæðar hennar í sveitinni sem foreldrar hennar byggðu upp, verða hraunflóða bráð, henni allri lokið og ákveður að fara þangað og láta hraunið taka sig líka. Það ekkert nýtt að Steinunn takist á við flókin viðfangsefni í skrifunum, en Ból býsna óvenjuleg bók vegna þess hve margar og ólíkar hliðar sorgarinnar fjallað og ekki síst hvernig það gert. Meðal annars með markvissri notkun tákna, textatengsla og úthugsaðri byggingu þar sem flakkaði fram og aftur í tíma til að gefa dýpri mynd að Lín, hennar nánasta fólki og leyndarmálanum sem móta fjölskyldulíf þeirra. Og eiginlega þessi bók hálfgerð leyndarmálabók, svo mikið af þeim. En missir ekki aðeins bundin við fráfall ástvinar eins og listilega dregið fram í skáldsögunni, heldur getur það líka átt við sambandsslit, heilsuleysi og hnignun náttúrunnar. Og það þessi síðasti þáttur sem ég ætla að ræða hérna í dag, nánar tiltekið náttúruhamfarirnar og jöklasorgina sem Lín upplifir svo sterkt og lýstir af einstakri næmni í sögunni. Lín náttúrubarn og frá upphafi ljóst að hún syrgir ekki aðeins fjölskylduna og æsku ástina. Hún kvelst einnig að því hvernig hamfarabreytingar setja mark sitt á náttúruna sem hún unnir og kollvarpa því umhverfi sem hefur mótað hana frá bernsku. Og það sést vel í lýsingu hennar á örlögum jöklanna og í bókinni segir: Jöklasorgin grípur mig, að það skuli geta gerst að við tortímum heimsins hvíta himnaljósi. Hversu óhugsandi að heimajökullinn minn, okkar pappa, mömmu, Ásu, muni aðeins lifa mig 100 ár eða svo, fara stöðugt hrakandi, tærast upp eins og sjúklingur með berkla með krabbamein. Að svanavængurinn okkar felli hvíta fjöður eftir fjöður og verða að lokum rúin inn úr alla leið að kolsvörtum dauða og ham. Sársauki Lín endurspeglar upplifun margra sem búi í nánum tengslum við náttúruna og fylgjast með henni umbreytast án þess að geta rönd við reist. Hugtakið sólastalgía hefur verið notað til að lýsa þessari vanlíðan þegar öryggið sem áður fylgdi því að tilheyra ákveðnum stað rofnar vegna umhverfisbreytinga. Upplifunin ókennileg og getur kallað fram flókið samspil tilfinninga, til dæmis sorg, depurð og kvíða. Ólíkt nostalgíum sem oft tengist löngun eftir horfnum stað fjarri núverandi aðstæðum, felst sólastalgía í því að vera kyrr og horfa heiminn breytast í kringum sig. Það eykur sársaukann því hann ekki aðeins bundinn við minningar, heldur einnig upplifun í rauntíma. Vanlíðunin vaknar þegar tengsl einstaklings við umhverfi sitt rofna, þegar náttúran sem áður veitti skjól breytist í eitthvað óþekkt og ógnandi. Það ekki aðeins bráðnun jöklanna sem ýfir sársauka Lín, heldur líka eldgosið sem ógnar Sælubóli. Hún lýsir reiði yfir eigin vanmætti í garð náttúruhamfaranna á þessa lund. Ég hata þetta eldgos, þetta logandi grjótfljót eyðingarinnar sem þjóðin þyrpist að og hagar sér eins og rakin bjáni. Fer og nálægt, stefnir hundum og börnum í hættu, binnbrotnar, lætur björgunarsveitir eltast við sig. Ég hata eldfjöllin óvætti Íslendinga, stærsti flóð í heimi kom úr gosi undan íslenskum jöklum. Og tilvitnun lýkur. Náttúran sem áður var Lín skjól og uppspretta öryggis nú orðin ógnandi og eyðileggjandi. Þessi umbreyting náttúrunnar úr heimili í hættu, úr öryggi í ógn, kjarni sólastalgíu að upplifa sig sem á skjön í eigin landslægi, þar sem það sem áður mótaði sjálfsmyndina verður framandi og ógnvekjandi. Reiði Lín felur jafnframt í sér réttmæta gagnrýni á samfélagið og viðbrögð þess við náttúruhamförum, þar sem yfirborðsleg skemmtana gildi virðast vega þyngra en raunveruleg umhyggja fyrir náttúrunni. Harmur Lín vegna örlaga Sælubóls slíkur að hún þolir ekki að sjá þennan helsta minningarstað dótturinn og foreldrana fara eilífu undir 10 metra af fljótandi grjóti. Í hennar huga betra að safnast með staðnum til hennar nánasta yndis fólks. Þegar hraunflóðið nálgast og Lín ætlar að kveðja lífið verður þó írónískur snúningur á frásögninni. Hvítt lamb birtist hjá Sælubóli og Lín sér sig knúna til að bjarga því.
Lambið má lesa sem tákn fyrir trú, nýtt líf og von, enda truflar það sjálfseyðingar hvatir persónunnar. Sama gildir persónuna Eyjó sem birtist óvænt og hjálpar til við björgunina. Þótt náttúruhamfarirnar boði endalok í lífi Línlín, gefur óvænta atvikið og samstæðan von að betra líf taki við hjá henni. Tengsl Línlín við náttúruna og sorgina sem hún upplifir vegna breytingana sem þar að verða gefa frásögninni dýpri og víðari merkingu. Á tímum hamfarabreytinga mikilvægt að skáldskapur fjalli þann sársauka sem fylgir hnignun náttúrunnar. Slíkri sorg sjaldan gefið nægilegt rými í opinberri umræðu, en í Ból fær hún að vera hluti af persónulegri reynslu aðalpersónunnar sem lesandinn getur speglað sig í. Leið getur umfjöllunin hreyft við lesendum og hvatt þá til að fara betur með jörðina. Ból þannig ekki einungis marglaga og kyngimögnuð saga missi, sorg og sorgarúrvinnslu, heldur einnig kjarnmikil áminning að skáldskapur getur vakið okkur til umhugsunar, eflt skilning okkar á manneskjunni og náttúrunni og minnt okkur á þá sameiginlegu ábyrgð sem við berum á framtíðinni. Takk. Og kannski má líka nefna að hún auðvitað líka að vinna með þetta aðeins í dimmumótum, ljóðabókin. Það var spurning hérna. Já, þú spyrir ekki lítið. Það eru mjög ólíkar týpur. Hvað kannski eitt sem svolítið ólíkt við þær, og það fjölskyldan og uppeldið. Að Línlín á bara dásamlega foreldra sem að hugsa mjög vel hana og hún mjög góðu sambandi við dóttur sína. Svo hún fær mikla ást og alúð í uppeldinu. En samt sem þá rosalega mikið af leyndarmálum innan fjölskyldunnar sem hafa feikilega mikil áhrif á lífennar. Og stærsta leyndarmálið að pabbi hennar sé samkynhneigður. Og samt áfram með mömmunni. Og og meðan að Lilla fær einhvern veginn ekkert frá sínum foreldrum. Það einhvern veginn rosalega lítil ást þar. Og það sem að gerist líka fyrir Lillu hún verður alveg rosalega geðþekk þegar hún eldist, eller bara handan við að vera geðþekk, bara gera öllum til geðs og bara sinni sínu starfi. Og Línlín, hún meira svona, hún rosalega einlíka í tilveru og það kannski svolítið sameiginlegt. Það líka dálítið áhugavert hvernig hún tekst á við sorgina, því að eitt sem hún gerir til þess að takast á við hana það að hún innréttar bílskúr sem hún kallar núllskúr til þess að finna núllpunktinn og þar hún að hlusta á tónlist, þar getur hún horft á hafið og þar eru engin herbergi sem minna hana á dóttur sína og sorgina sem tengist henni. En já, þær eru mjög ólíkar, það eitthvað meira. Okay, takk. Já, komið sæl, Rúnar Helgi Vignisson heiti ég og ætla að tala Heiðu. Það náttúrulega sérstakur heiður að fá að tala bók eftir Steinunni sem mínum mati eitt af okkar stærstu samtímaskáldum. En það kannski viss áhætta fólkin í því fyrir Steinunn af því að síðast þegar ég talaði þig fyrir fullum sal þá kallaði ég Vigdísi. Þannig að það spurning hvað ég kallaði í lokin en þess má geta að þú skarst mig nú ósköp fallega niður úr þeirri snöru á sínum tíma. Ég alltaf með skæðan. Já, sem sagt að þegar ég var búin að endurlesa þessa bók sem ég held mikið upp á, þá sagði ég við sjálfa mig að mig langaði til þess að hitta þessa Heiðu. En svo áttaði ég mig á því að ég hef hitt hana eða hafði hitt hana í gegnum bókina. Hún svo ljóslifandi á síðunum að mér finnst ég ekki bara að hafa hitt hana heldur líka þekkja hana. Bókin Heiða einhvern veginn. Allavega á þessum tímapunkti í lífinu, það þetta ár sem að bókin spannar.
Og af hverju gerist þetta og af hverju virkar þetta? Það virðist áreynslulaust. En skoðum aðeins hvernig Steinunn ber sig að í bókinni. Hún fer aðra leið en í Ein á forsetavakt þar sem að hún sjálf sögumaður og fylgir frú Vigdísi eftir. Aðferðin í Heiðu líka frábrugðin þeirri sem hún beitir í skáldsögu sem kom út í fyrra. Í Heiðu það viðfangsefnið sem hefur orðið allan tíman, söguhetjan. Steinunn lætur hana eina að segja frá, aðallega í persónlegri frásögn, en skýtur líka inn stuttum köflum til að sýna Heiðu sem opinbera persónu. Þá hún á málþingi, á hagyrðingamóti og svo fær ein færsla á Facebook að fljóta með. Heiða hreinskilin, segir bæði kost og löst á sér og því fellur hún í þann flokk persóna sem hefur verið kallaðar samsettar persónur. Hún þrívíð og þess vegna trúverðug sem manneskja og sem persóna. Ég sá einungis í örfá skipti merki Steinunni sjálfa að hún væri viðmælandinn í bókinni svo sem að Heiða talar til. Það þegar hún lætur Heiðu segja eins og þú sérð. Og þegar upplýst innan sviga að samband hafi rofnað á milli þeirra og síðan í kjölfarið segir tölum saman aftur eftir hálftíma. Þarna augljóst að þær tala saman í síma þar sem Heiða lasin á ferðum Vestfirði að vetri til. Minna má það varla vera til að gefa til kynna að það sé einhver höfundur að verkinu, annar en Heiða kannski. Steinunn skilgreinir bókina sem sannsögu. Sannsaga í þeirri merkingu sem við í ritlistinni höfum lagt í orðið snýst ekki bara að segja sanna sögu, heldur líka að segja hana vel, rétt eins og skáldsagna höfundur. Yfirleitt líka sama sem merki á milli uppgefins höfundar og sögumanns. Sú aðferð að láta aðra persónu tala þekkt í þessari bókmenntagrein. Þá tekur sögumaður sér bólfestu í annarri manneskju. En þetta auðvitað ekki á allra færi. Aðferðin krefst þess að höfundur hafi gott tóneyra og geti endurskapað rödd og frásagnarmáta annarar manneskju á trúverðugan hátt. Fari ekki út af laginu neinstaðar eða missi sig yfir í eigin rödd eða annarra. Einnig að höfundurinn þekki persónuna og hennar heim mjög vel. Síðast en ekki síst þarf höfundurinn að geta búið til læsilega og trúverðuga frásögn, hafa jafnvel framvindu með risi og niðurstöðu til að fá fram fletti orku eða þessa raforku bókmenntanna. En hvað snýst sú orka í þessari bók? Heiða rekur nánast einsýnsleiðis fjárbúða ljótarstöðum í Skaftártungu. Bensín og olíulykt finnst henni mjög góð. Hún elskar tvígengisvélar og traktora og gengur í öll störf. Hún kona sem hrærist í heimi sem áður fyrr var eyrnamerktur körlum. Hún gefur lítið fyrir skiptinguna í karlmannsverk og kvenmanns. Þetta því bók að einhverju leyti breytta hlutverkaskiptingu. En þetta ekki síður bók ást á náttúrunni og tengingu Heiðu við hana og það sem á henni lifir. Það eru mjög áhrifaríkar og sannfærandi lýsingar á sveitalífinu, þeim verkum sem þar þarf að inna af hendi og hvað það útheimtir. Mér sem alin upp í sjávarplássi fannst til dæmis mjög áhugavert að heyra Heiðu fara í gegnum þá mörgu verkþætti sem tilheyra sauðburði. Margt af því hafði ég ekki grænan grunum og fannst meira til bændur á eftir. Fósturtalningar hafði ég ekki heyrt áður eða keisaraskurði á ám. Ýmis dýrleg íðorð fylgja með, hegin blikna, það talað að hornskella, að rótgefa hey, íflogið lamb,
og svo ýmsar skapandi samsetningar eins og veðurfrekju og að umpotta kindum. Þessari sterku tengingu við lífið í sveitinni og náttúruna eru gerð svo margvísleg skil, þessari sterku tengingu, og hún verður svo trúverðug að eitt helsta erindi bókarinnar, baráttan gegn Búlandsvirkjun, verður sannfærandi og næstum óumflýjanleg þegar manneskja eins og Heiða á í hlut. Hún heiðin eða heiðan sem á að fórna og best fyrir lífi sínu. Ég flokka þessa bók undir þá grein sannsagna sem kallast á ensku memoir eða minningabækur. Bækur af því tagi hnýtast gjarnan ákveðið tímabil, oftast í lífi höfundarins sjálfs og eða ákveðið viðfangsefni. Í Heiðu hvort tveggja upp á teningnum. Bókin spannar 4 samliggjandi árstíðir og tekur í raun fyrir ákveðin viðfangsefni sem ég hef þegar tíundað í stuttu máli. Í ljósi þess að Steinunn skrifar mikið konur og náttúruvernd verður þessi bók að teljast snilldarlegt innlegg í þá umræðu alla. Trúlega skilvirkara en lærðar fræðigreinar þessi efni, enda bókin skemmtilega samsett og þær stöllur báðar skapandi í meðferð tungumálsins. Takk fyrir mig, Steinunn. Ég veit ekki hvort að þið með spurningu, en ég með spurningu. Af því að ég kenni ritlist hérna í þessu húsi, þá langar mér svo að spyrja Steinunni hvernig hún vann þessa bók í stuttu máli. Það hægt? Já, það bara eitthvað smá. Ég var á vaktinni yfir Heiðu í heilt ár og það fylgdi því að ég þurfti að umstafla lífið mínu, tala mjög oft við hann á kvöldi í símann, en á kvöldin ég að öðru jöfnum komin í ró. Þannig að, og ég þurfti alltaf að vera vakt, eitthvað merkilegt að gera núna og þannig. Svo settist ég vitt hjá henni á Ljótastöðum, ekki lengi einum, kannski maximum 3-4 dagar og þar með í Sauðburði. Ég var vitt að fósturtalningu sem fór þannig fram að Heiða sagði þeir ekkert að standa og lengi og við fórstættum voru viðstöðnáma í Rangárvallasýslu og við heldum út í fjárhúsinu í cirka hálftíma á vondli. Það var skítkalt og vinna aðstæður þetta þarna á gólfinu og þarna, það gjörsamlega ólýsanlega. Þannig að við, heldum út sem áhverjum þetta og svo náttúrulega við náttúrulega náðum að kynnast mjög vel. Og undirstaðan var náttúrulega svo að hún treysti mig fyrir þessu og hún vissi að hún myndi alltaf fá að lesa allt yfir og það aldrei neitt byggt nema hún samþykkti það. En ég þurfti reyndar að beita mér á nokkrum stöðum. Til dæmis, hún talaði það alveg óbeskátt, hafði talað með óbeskátt að hún hefði allir kallaði það kvíðadýrið eða eitthvað svo og ég líkti að hún segði frá því í bókinni eins og hún hefði sagt mér það og ég þurfti aðeins að samtala þetta en ég finnst þetta að vera lykilatriði í því að skilja persónu og skilja það að einhver sem með þessa umtalsverðu hömlun getur yfirstigið hana, getur staðið í baráttu við einhver peningafyrirtæki og getur sinnt sínum bústörfum og svo framvegis. Þannig að en svo var þetta náttúrulega allt meira með það fyndið, þegar ég veit að sjá bókina svolítið ósamsett. Ég veit að hún þannig ef hún væri til að stoppa eitthvað af eða svo framvegis, þyrfti að vita það áður búin að tróða bókinni saman. Og Heiða trúði mig fyrir því síðan. Það er minn almáttur, þetta var eitthvað
þegar hún sá eitthvað. Og svo gerist það á því tímabili þegar ég var að vinna í bókinni að ég var að finna fyrir svona 5 sérstæðum heilsubresti að því að ég var að byrja að sukla ofan mig í börnum. Og ég hugsaði nefnir djöfli helvíti nú er ég búin að fá eitthvað námskóta. Og svo þegar ég var komið bókinni svona skilin að mér þá gekk námskóta tilbaka. Það er einfallega breyta sem gekk alveg. Mjög einfallega, sko, því að þetta náttúrulega tók á það að sitja bókina saman og sérstaklega það að hanga svona yfirleitt í svona langan tíma. En náttúrulega ekki lúksus við að gera þetta og svona keppnið efnið var náttúrulega bara fáið óhugnarlega skemmtileg. Það er lítið stundóð og líka og lítið húmoristi. Það er gjarnan að gera stíl í margræðu sjónvarpsþáttunum núna. Hún með þessi eftir hennar Vigdís og það er náttúrulega að koma ríkiskila á sjónvarpsþáttunum í sjónvarpsþáttunum. En sko óhugnarlega skemmtileg. Það er semst að segja þegar það fyrir mánuð í. Úrvinnslan svona bókum og það náttúrulega ekki skemmtileg. Það er að sitja saman einhver samtök sem það er 8 persónur og eins og Gunnar Snorri kom inn og þá er náttúrulega lýsingum á húsum og hýtjum í Vigdísarbókinni sem er kannski ekki alveg svona mitt þorsti sko en ég er alveg til að lýsa húsum og hýtjum sem að ég bý til mín ímyndarafli en það er aðeins erfiðara fyrir mig að það er í raunvíðum og það var slemma sko þannig að já, þetta úrvinnslan hún er þung og hún er það líka vegna þess að ég ber ábyrgð á þessu konu. Það er ekki til í alvörunni. Önnur þeirra hvorki verður með þjóðhöfðingi þegar bókin skrifur og við kona sem er á vissanátti viðkvæmri stöðu. Hún er alltaf sinni sveit að berjast gegn hlutum og það eru margir sem ekki þola hana og sem það er í ábyrgð í sveitinni og skemmtilegt og manni. En sko, hvernig maður gerir hlutum á endanum, það veit maður kannski ekki alveg en við erum heitt og heilasæði það sem að gerir bókina af því sem við sá það er hvernig við setur þetta saman, henni fast það og kannski mesta kompliment sem ég fengi í bók, það er ekki eins og frá bókmenntarlærðu manni, einhver businessmanni, hann sagði við mig það var eins og enginn hafi skrifað þessa bók. Og svo er einn sem að, að því að Viðari fannst Viðari þeim sem fannst röddum og systur eða svolítið líður. En Gunnar Snorri hefur verið á annars skoða því hann sagði við mig, þetta er ekki rödd systur, þetta er þín rödd. En allavega í Heimubók, ég hægt að segja, þetta er röddin hennar Heimu, hún horfðar fyrirtækjum og það er skemmtilega sem er skemmtilega orð sem hún kom með inn í lífinu þegar hún verður aftur það er og svo náttúrulega eðal orðið augaskittar sem að maður hefur kannski gott af að vita hvað var á háskólaárunum sem maður var í prófi og það verður til þannig að já, ég er ekki búin að svara þetta algjörlega út og svo en ég get samt bætt einu við og ég geti nú bætt við 100 hlutum. Sko, einhver heldur að samsögur persónurnar séu sannari en stafsögur persónurnar, þá er það algjör myndin. Þegar ég er búin að skrifa samsögur Heiðu og Vigdísi, þá veit ég að sannleikurinn þær skreppur undan. En við floknum gerðingarna mína, halda á þær, ég bara get sagt allan sannleikanum þar, þess bara svo að segja. Þannig að þetta er mjög ólíkt og ég get líka ljóstra við núna, því það er svolítið síðan að Heimubókin kom út, hún sagði undir 15 árum og þetta er nú alltaf toppurinn á Ísjöfnum. Og ég sagði, hvað sagði ég við? Ég sagði, ég veit Það er ekki alveg viss maður væri komið að mér en ákveð það bara, því að koma engin annar. Þú ættir að fá plagg, en þú komst
Já, ég veit það. Já, ég ætla nú að byrja á því að biðja samfyrirlesara mína, og Halldór heiti ég, svo ég segi það nú líka upp að við, biðja afsökunar á því að ég kom á seint og það var ekki af óvirðingu við þeirra framlag. Hjartastaður. Nú voru 30 ár síðan Hjartastaður kom út og hún var sem betur fer endurútgefin fyrir 5 árum með eftirmál eftir Guðna Elísson, ef ég man rétt. Það var talsverð umræða hana þegar hún kom á sínum tíma. Hún fékk íslensku bókmenntaverðlaunin. Það var réttilega í þeirri umfjöllun lögð áherslu á tengingu við vegaskáldsögur og vegakvikmyndir, road movies og slíkt. En af því ég ætla að byrja á bókmenntafræði og enda í hjátrú, halda mig við tímann og ekki biðja ykkur spurningar, svona til huggunar fyrir seinkomuna. Það langar mig að breyta upp á annarri hefð sem líka má tengja Hjartastað við og það hefð íslenskra ferðasagna. Fyrstu íslensku ferðasögunar eru frá 12. öld og þær eru bara leiðarvísir. Þær eru einungis ytra ferðalag, ekkert innra ferðalag. Fyrsta íslenska ferðasagan sem í senn ytra og líka innra ferðalag, ferðin í sjálfsvitundina, reisubók Ólafs Egilssonar sem var rænt í Tyrkjaráninu frægu. Það mjög athyglisverð reisa, en þegar hann lítur inn á við og ekki að lýsa öllum þessum ytri hlutum sem hann fyrstur Íslendinga til að sjá, eins og gler í gluggum, þá býr hann sér til sína sjálfsmynd úr Jobsbók og öðrum biblíutextum. Hann ekki að finna hana. Litlu yngri sem ferðabók Jóns Indíafara, þar sem báðar ferðinar að vísu orðnar ævintýralegar, en sjálfsvitundin samt mótað af kristinni forgjöf, svona að segja. Þó hún sem svona meiri losarabraga en ekki á sér Ólafi. Nú skuluð ekki kvíða því að ég ætla að rekja mig í gegnum 300 ára af íslenski bókmenntasögu eftir Grobb Jóns. Ég bara að reyna að halda í þessa hugsun innra og ytra ferðalag. Meistari hins móderníska ferðalags var auðvitað Thor Vilhjálmsson og þar vitum við stundum ekki hvar við erum stödd, missum fótana í innra sem ytra ferðalagi, vitum stundum ekki hvort hvað og þannig vildi skáldið líka hreyfa við okkur. Steinunn hefur farið í þetta ferðalag módernismans. Hún þekkir sig á þessum slóðum en hún skrifar á þeim tíma þegar realismin hefur aftur sótt á og kannski sá okkar höfunda sem fer að mestu öryggi milli þessara ólíku frásagna leiða, eins og hún sýndi strax í tímaþjónu. Ytra ferðalagið í Hjartastað mjög skýrt. Maður getur bara rakið sig nokkuð nákvæmlega frá Bollagötu til Fáskrúðsfjarðar, en innra ferðalagið opið og stundum tekur það völdin af bensínstöðvum og vegasjoppum, því að það snýst kannski lykilatriðið í lífi hverrar manneskju, sjálfsmyndina, sálina, hver ég? Á endanum sagan ekki svo mikið umskiptingin unglingin, þótt sannarlega sé það mikilvægur þáttur hennar, heldur samastað í tilverunni eða samastað í ástinni, svo vísa sér til þessara fínu tilvitnana sem Ástráður kom með áðan. Að eiga heima einhvers staðar það sem Harpa að leitað og hún að leita að upprunanum og reyna að ná áttum ástarinnar, ástar á barni, á foreldrum, á elskugum. Og krafturinn til þess býr í henni sjálfri. Ég held að sé þess vegna sem Steinunn lætur hana líka vera skáld, hvað sem erfiðum aðstæðum hennar líður. Á 5 mínútum engin leið að nefna all hinn stóri viðfangsefni þessara skáldsögu, náttúruna, Ísland, útlönd. Ég held að sé ekki tilvíðun að bókin endar á Fáskrúðsfirði, þar sem frönsku sjóararnir áttu athvarf og hinn hvítu segl höfðu seitt til sín nokkra mestu listamönnum Íslands á 20. öld. Þeir horfðu smástrákar að austan á þau, Gunnar Gunnarsson, Þórbergur Þórðarsson og Kjarval. Hafa þessar persónur einhverju breytt, ef var spurt? Ég held að þetta sé alltaf persónuleg spurning til lesandans. Ef við ætlum að svara þessu með tilliti til samfélags og sögu og erum ekki beinlínis að tala sannsögulegar persónur sem Steinunn náttúrulega bent á ekkert að marka,
þá finnst mér svarið samfélagsleg áhrif skáldsagna sögupersóna geta falist í gagnspurningunni hvernig væri þetta samfélag án þeirra og án skáldskapar. Hinu verður svo hver lesandi að svara fyrir sig, hvort til dæmis Harpa Eir hafi einhverju breytt fyrir hann. Og þá verð ég bara að segja að þegar að við Anna, kona mín, lásum bókina, hittum okkur beinlínis í hjartastað. Hér þarf ekki að rekja ástæður þess, því sá unglingur löngu orðin ábyrgðarmanneskja og ábyrgasta móðir sem við þekkjum, en saga Hörpu snerti okkur djúpt. Stundum sagt að við lesum skáldsögur til að máta okkur við aðstæður sem við viljum ekki lenda í. En við getum líka lesið skáldsögur til að spegla okkur í þeim og í þessu tilviki máta okkur við aðalpersónuna, leit hennar, ástríðu og innri kraft þegar hún tekst á við aðstæður sem við þekkjum. Mér langar að bæta einu við sem rann upp fyrir mér þegar ég las bókina aftur núna þessu tilefni. Að því löngu síðar, þá fórum við Anna austur á land með aðra unga stúlku, ekki af neinu ámóta tilefni skal strax tekið fram, en hún heitir sama nafni og aðalpersóna bókarinnar, Edda. Og móðir hennar er fædd daginn sem sagan gerist að mestu, 31. ágúst. Og í fjöru einhvers staðar í austur Skaftafellssýslu fann Edda ótrúlegan gimstein mitt í gráu fjörugrótinu. Þann bláa stein lapis lazuli, sem þið sjáu hér utan á þessari frábæru káputeikningu Róberts Guillemette við frumútgáfuna. Úr þeim stein er verndargripur Hörpu gerður sem Edda dóttir hennar finnur í upphafi bókar og sem fylgir okkur alla leið. Er nema von að mér finnst Steinunn göldróttur höfundur. Við langar til að bæta til við að Hallur Gunnarsson var útgefandi þessara bók og það var aflagt upp á Ísland. En þeir eru þú ekki til að stjórna til að umræða viðkomandi. Jú, það er gert það. En þú ætlaði að segja eitthvað, samt eða ekki? Já, en ég ætla að gera það til að búið. Já, heyrðu, ég ætla nú bara að þakka fyrir þessu frábæri erindi og ekki að klappa bara aftur fyrir mjög skemmtilegum erindum og þessi ótrúlega sagaaldur. Og þessi spurning, hafa þeir einhverju breytt? Einhvern veginn Halldór kom að svolítið vel inn á þetta og ég varpa kannski þessari spurningu í salinn bara, hafa þessar kvenhetjur einhverju breytt? Hafa það breytt samfélaginu, hafa það breytt ykkur? Hvaða áhrif hafa það haft? Það eru mjög ólíkar, það eru mjög margar. Þetta er ótrúlega langur ferill, hugsaðu ykkur. Ég var bara að rifja það báðan á fyrsta bókin hennar, ljóðabókin, kemur úr 1969. Þetta er að vera 60 ára ferill. Hún er ennþá að gefa út frábæra bækur og það var mjög gaman að lesa skáldsögur sem komið til fyrra og það lýsir hún sambandi sínu við söguhetjur sínar og það er mikil glíma, virðist vera einhvern veginn, og hún á mjög erfitt með að til dæmis að drepa en gera það oft, eins og þið hafið tekið eftir. Og ég man ekki alveg hvernig það var, þið getið ekki að hjálpa mér að rifja upp, hún talar að hún vil alls ekki hafa svona, já, ég man ekki hvernig hún listið, það verða að vera pínlítið vondar, var það ekki einhvern veginn þannig, munið það, segja eitthvað hræðilegt. En þetta eru mjög náttúrulega allt, mjög svona flóknar og merkilega persónur og ég man þegar ég las Tímaþjófinn og kærasta mín og seinna kona mín las hann á sama tíma, þá bara, við vorum með allt aðra afstöðu til öldumenning. Hún var bara hún var svo hrokafull, hún fór í pirrurnar á mér og mér fannst þetta bara gott á það og hvernig fór fyrir henni. En svo las ég ból sem kom, var það ekki bara hitti fyrir og ég fór bara að gráta þegar svo bók endaði, sko. En hvað segir þið? Hvernig hafa þessar kvenhetjur í sögum Steinunnar haft áhrif á ykkur og hverju hafa það breytt? Ég ætla nú bara að gefa orðið laust. Ef ykkur vill segja eitthvað, brennur eitthvað á. Já, áður en þögnin verður óvandræðileg, þá er eitt atriði kannski sem að væri svolítið sniðugt að tæpa á.
og það rifjast upp fyrir mér í sá podcast eftir einhverja skemmtilega stelpur sem það gerði fyrir svona 5 árum og það var alveg sólskinshest, það var tölur út úr tímaþjóðin og það kom inn á að það aldrei tímaþjóðin pirraði róðum en það fast lilla í sólskinshesti þeirra sympatísk persóna og ég held kannski að þessar konur mínar það skiptast svolítið í Lilla segir sjálfa sig hún sé ósýnileg, Alda náttúrulega ofboðslega litrík og hvað er maður að segja, flamboyant og það skiptast kannski svolítið í þetta og Lín, hún náttúrulega svona stórpersóna og þetta ekkert ósýnileg en þetta eitthvað sem að við heilla mig mjög að skrifa konur sem eru svona tilbaka eins og samantæði það í raun og veru líka. Og við heilla mig að skrifa þær af því það miklu erfiðara í raun og veru þegar með framboyant manneskju svo Öldu sem að lítur stórt á sig og heldur hún sér ægilega sæt og alltaf að tala fötin sín og svona. Þá það á vissan hátt miklu auðveldara heldur en konurnar sem að ber svona lítið á. Og ég hef talað geðþekkar persónur og ég náttúrulega algjört ánægð fyrir því að konur með skáldsögum eigi að vera geðþekkar. Og sérstaklega ef það er kona sem að skrifa bókina og ég bara hef smá áhyggjur af því að allavega framvindir okkar tíma eða eða lengi framan af og hafi í raun og veru duðning krafa að við skrifandi kvenmennirnir að við skrifuðum góðar konur og sympatískar konur og svo þetta þessi hryllilega klísja sterkar konur, það á það nú að bíða. Ef að þú segir hér nú sterk kona, þá allar hinar einingar, þá sterkar kona bara einhver undantekning. Þannig að passa sér rosalega á svona hlutum. En ég held nú kannski að þessi dulda krafa sem ég þetta hafi verið góðar konur, skrifaðar konur. Ég held að hún sé nú vonandi undanhaldi því að þá fyrst næst jafnræði ef að kvenhetja má vera jafn anstíkilegur stúlkur eins og karlhetja. Það er jafnræði. Bókmenntalegt. Það er svona fyndið. Það ein persóna sem líka hefur breytt mér en hún hefur verið nefnt mér mjög lengi og hefur ekki verið nefnt í dag. Það Beatrice Reykjavík. Hún aldrei ósýnileg nýsýnileg. Hún tilflýður, hún lítið, hún kristlæg. En það gerist rosalega margt í hana. Og það eru margir skræðir sem leiða til þetta. Framræksla, ídagsku, mamma og mér langar bara að byrja á alla sem þá fyrir til máls í dag að segja mér eitthvað Beatrice til að hjálpa mér að staðsetja hana. Altså mér finnst alltaf svolítið bara undan. Ég vil byrja með, Beatrice hún náttúrulega píslari hjá leikilegum pappíri og ég verða viðkynna það er mér að kenna hverja augu út undan henni það. Ég sakna mjög mikið Maríu Holm, eldfjallafræðisvík og þegarkonum sem lendir í ytri og innri hamstöðum frá 2014 og ég sakna líka Brynhildar og hundrafinn í Holmum við gáðum það og kannski ekki heldur að tala alltaf mikið Beatrice að fyrir mann og ekki tekið útjöfnum og kannski að ekki lesi bókina en hún náttúrulega eina þessum konum sem beiginni. Þó bátum mikið ósynlega og gerð að píslari sem sögur. En hvað er að koma með Beatrice? Og það er líka eitthvað erfiða samband við móður. Já, það er já. Guðrún sagði, já, það er sammeðmjöfn eins og erfiða samband við móður. Ég má nú ekki segja það upp á en franski útgefandinn sagði hjartastæður er besta bók sem skrifur verið móður, dóttur, tenging. Og við veitum bara ekki hvernig móður hún átti.
Jú, ég veit. En það er gaman eins og Halldór kom inn á að Handast er náttúrulega ein löndbók og hún er eins og ótal margra hlutir. Og hann hafði móðir dóttir þá að það náttúrulega voru að fylgjast að mér að hafa látna móður með í fagteskinu en að ég leik og gáða mér sko möguleika því að segja eitthvað sem ég hef ekki getað gert með öðru móti að gefa dánu koninu orði og láta þeirra raunverulega absúrt samskipti af dánu. Það er hljóðum. Finnur þrýðansar að segja eitthvað, já. Og þetta er ykkur sem voru með það er bætunar alltaf. Ég var látin vera ósýnandi og úr. Og þetta fengi kannski vittisar konur sem voru ósýnandi og þetta er ekki verið. Svo er svo fyndið að mér langar að verða alltaf. Það er aldrei á seint. Þannig að bara, svo er viklega, þá verð ég eitthvað alltaf. Það er náttúrulega rosalega skemmtilegt fyrir mig að hvernig að það var að sinna þessum konum hafa haldist á lífi og fólk hafa svo gætna það eins og séu að fólk og þjóðu og það er náttúrulega bara mikið gleði eftir fyrir mig. Og mér þykir raunverulega rættina eins og það var með þessu sem betur þeirra alltaf og ekki góð. Ég er hugsun spennið núna. Hvernig hófið þið í dag í bók stefnunar og fólkið annars hvernig á ég í samfélagsmeina fyrir að segja einhverja skoðun og útsælu skoðun. Férst alveg viðbrögð við tímatöngum sem fórum úr, en ekki. Hvernig viðbrögð það? Við erum góð. Ég myndi náttúrulega aldrei þetta við að skrifa þetta bók núna. En sko, ég meina, hver bókið sínum tíma eins og það lán fyrir mér þegar ég skildi skrifa Kertastað bara fáeinum árum áður en Ísland breyttist og var algjörlega óþekkjanlegt. Það er bara einar á ferð og bara líða eftir fáein ár og þá er alltaf undirlagt þegar það getur ferðið í þrækbókar fyrir fólki og bílum og ég held svo ekki svo hvernig mánuði að ég hafði verið að skrifa elegíu Ísland fyrirfram og það er bók sem hafði þess að lóðsamt að skrifa núna en af því að það væri ekki hægt að skrifa tímahljóma þegar núna og ég ekki og því ég var ekki ímyndað með hvernig ég tekið á með viðbröðið við tímahljómum þess að þau voru náttúrulega algjörlega bókir þegar mamma var með þessa bókir að það var viljum með fjósti það var enginn á Ísland eftir að skrifa þessa bók það reyndist bara alls ekki því að hún var margskilin og velskilin og ég veit ekki að hann sé mest umskrifaðan skáldsaga og seinni tíma og náttúrulega Helga Kress sem að þetta 24 staðskunar sem frábæra fyrirmestri og svo sem gerða grein og ég held líka að hann hafi hennar framlega hafi orðlist kannski að hann auðvitað að taka mjög alvarlega sem höfði en við hvernig þetta voru við og kunum varningi með það og svo að þetta fyrir líka rættilega við hvað sér þið? Ég fyrir líka rættilega við Nei, það var þetta Helga sem það þetta er skáldfræðin mínir til vísu upp eins og bókin til varð eins og hún hefur verið að ráðast á bókin sem að það er náttúrulega alveg hún sem hefur bókin næstu viðum og þannig að úr þessu sprakk svona háskóla fram og aftur sem að var alveg
og við þess við að við og henni var. Nú að spyrja hvernig bókin hefur tekið, þetta er sagt að þau heila skrifti. Það er Jón stefnavörandi sögumstöður og skrifkafinu og bókina og ég líka gjarnan eiga þetta myndbandi því þá og að tala með sko alveg eftir á þetta skýri. Það sem að það var áður að drift aftur og það er glemst að það var eiginlega þau hvít og stóð út. Þau stóð fyrir, en Jón Óttur hann spurði mig eftir að þið spurningar. Nú er alltaf einhvað skemmtilega smá, en ég þetta líka ekki skórsæði. Og þið getið auðvitað ímyndað því að ég sagði já, einn. Já, kannski smá áframhald á þessu spurningu. Það er mjög merkilegt að bækurnar Steinunn hafa fengið að vera þessi merkur og myndverk og hafa ekki endað í svona tíkli hlutunum eins og margar konur sem skrifa ósnöldaflega mjög mikið ástina hafa lent í tilvísan í rúmi. Það er mjög ómyndað komið tíkli. Og ég er með gaman mismunum. Það hafi gerst eða til draugarnir og langar sagt útistæðan. Það hafi gerst vegna þess að enginn af þessum konum er handriðsmerki. Auður, ef þú komin hingað til að pissa hjónabandi, þá Já, þrjú að baki. líka þetta öryggi á tampaði, því hvernig verður það. Já, ég get alltaf ekki svo að þessu. En ég get bara sagt það að hugmyndina mín að koma frá hjartanu, það er ekki, ég er ekki á agenda, hvað heitir það, ég er ekki á nefnir, sko, það er ekki fyrirfram ákveð, ég sest ekki niður og segi nú hér til að bókum konu sem er ákveðlega sterk og lögur mikið áskursvart og sína fram og eitthvað. Þetta kemur bara frá hjartanu, svo það höfuðið náttúrulega þeirra við niður á það. Það vonar náttúrulega að það sem er í gangi í kringum hann, maður vonar að bókin sé á endanum barn síns tíma í góðu merkingu og þá getur maður barn fleiri tíma en síns tíma. En ég finnst þess að ég ætti að skrifa meiri Jón. Kannski eina konu sem er alveg samlega fínt. Ég meina spurningu svona alvarlegri, en það eru sem góður og þess að loftslagssorg sem að það og svo er líka sorgin yfir fastnessi og við vitum að loftslagsmálin tengjast líka kannski veikri stöðu mannkynsins í framtíðinni og svona. Kannski ég bara bæði hugsa að það tilkynnstöðunar og guðunar. Þetta er ekki tenging sem að þegar er að hugsa sem nýstir og fastnessin og þá sorgir við nýstir náttúrulega. Ég er umvisa að það er mikið betur en ég á að vera saman. Það er fagnar. Ég heldur að það sem á, en minnast það. Og Guðrún og hennar líka vita að meira hvað ég hugsa eftir henni sjálf. Og ég meina það í henni og ægilega. Þannig að er maður það á tímafrið, hvað segir þú? Þetta er náttúrulega grátt eftir. En kannski ég má kannski bara spyrja þetta spurningar. Hérna í skáldsögur, punkt 74, þá lýsum við svona sterku sambandi bara þínu við sögupersónur. Þú bara tengist það mjög sterk og lýsir þig, getur aðeins rifja það. Já, ég geri það og ég held nú að allir skáldsagnar hljóðir gera það sko. En þetta er mjög svona heilt samband í raun og veru sko. Og já, og mér getur alveg að þetta komið fyrir að með dreymiðar og allt þetta sko. Og mér er allt þær og þess vegna líka þá er svo sérstaklega gaman fyrir mig að mega vera ekki þá sjálf sem að geta
fengið smá innsýn í það hvernig þeim hefur reist að í hugarheimi þeirra sem að fjalla og svo framvegis. Þannig að það náttúrulega bara alveg stórkostlegt. Ég myndi segja að ég tæki það inn á mig eins og það væri á lífi og tæki þetta komið. Og það þýðir náttúrulega það líka að þegar maður að skrifa sorgir persónuna, þá maður ekki endilega alltaf í rosalega góðu skapi. Það líkur nú betur ámæli þegar maður að skrifa eitthvað sem svo léttara. Maður tekur það raunverulega inn og það verður bara að segja þessu. Einhvern tímann þegar ég var svona að njóða sjálfum og skrifa og spurði ég Guðberg, hvernig er það Guðbergur? Hvernig stundum að gráta og skrifa eitthvað sorgir? Þá svaraði hann mjög byrjaði, það var skaplega aldrei. Þannig að það bara játa það að gremja skrifborði. En það bara, já, maður tekur inn þessu og á samahátti og spauðir fyrir þannig að hvernaður upp á þessu þjónu sem það sé alveg þetta er skrifa. Ég veit ekki, það sé ekkert svar, sko, en ég kann ekki. En í þessu sambandi þýður við þessar sögupersóna þínar, eru einhver sögupersóna breytt þér? Það er yfirskriftur þessar spurningar. Það held ég. Ég sagði einhverjum mynda mínu daginn, ég hef aldrei breytt megin, það er ekki breytt sig á mínu nóttina og ég held að það sé bara svoleiðis, ég held að maður svona fólki sem ég sé óbreytt óforbetranlegt sjálfsagt líka, sko. Þannig að það held ég alls ekki. Það getur að þurfa að losa þér frá hóðum, þú eru marga burtu og það er reyna marga. Það er ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Því það er en ég er ekki náttúrulega með það á heilanum, eins og ég er með það á heilanum, það er ekki með því skrifa, en svo hendur, hann er náttúrulega ekki góðlega kortum og með þess að kappa áður á heilanum, við sætum það ekki hér. Það er svo bílættir bíla þegar þú ert að heilanum á. Nei, það er ekki svoleiðis. Já, og þegar það er náttúrulega kennast aðeins, og þá kemur pláss fyrir nýju. Sko, það verður náttúrulega, já. Þú getur fengið aðeins að njóstast einu þetta í konum. Nei, það getur ekki. En ég veit alveg, sko, ég veit ekki hvort þetta skáldsaga kemur. Ef hún kemur, þá er hún mannesku sem fær annað séns í lífinu. Sko, við langar náttúrulega að trúa því að fólk getur byrjað og sigurstaðar sem meðan við séum í ljóðu sem eitthvað er mjög. En ég vil trúa því að það getur eitthvað gerst sem að sparkar fólk í gang sem hefur lifað í sorgum. Og ef hún kemur þá skulle ég bara gleðjast í talanum í ánægilega sem það var að síða. Við gleðum það, skulum við segja. Af því að, sko, ég kem náttúrulega uppið að blundar í okkur höndunum og löngur til þess að breyta einum til betur og það blundar í okkur einhvers konar uppalandi og þetta var náttúrulega mjög ábyrgandi með Halldór Laxness að hann var alveg byggur uppalandi með að hann fólk okkar handlusta sig og átta eiga sveitið og hann var konur sveitið og klippa álið og svo framvegis og það var ekki bara með bókunum, það var líka í viðgerðum og svo framvegis og þetta held ég að við myndum ekki að skrifa nema að því okkur langar til að eitthvað verði betra en það var. Það er einu mikilvæg mótivation. En þetta byrjar á ekki þannig. Ég byrja að fara að skrifa þetta sem þú sagðir, eða ekki sagðir sem ykkur í tungkasti í næstu hertugir. En ég veit að þú fannst eftir maður en ég veina æskuvinkum með þetta sem það er komið í þetta hertugir. Þannig að við sem að nú lítur að ég hef að falla en alls ekki verið hlutundur af því að ég fór ekki nátt á henni hendirinn sem við fór nátt að gera það er eitthvað framvöld og það skrifa verður að kall og ég
Ég er alveg ekki að það er íbúrstjóri eins og við. Eða mikið En þú sem er bara lesandi, er einhver kvenhetja eða kvenpersóna sem er sérstakur uppáhaldi á þér eða hafði áhuga á því? Já. Sko, það gæti nú til dæmis verið Súla eftir Toni Morrison. Það er náttúrulega ein af flottustu og stoltustu kvenhetjum sem ég hef lesið og séð. Og sko, Málfríður Einarsdóttir, hún náttúrulega skrifaði ekki konur sérstaklega. En hennar skrif hefðu miklu meiri áhrif á mig heldur en ég ímyndaði mér. Og það að væri hægt að setja bækur svona saman eins og hún gerði svona anarkist eða hvað maður á að kalla það. Og þetta gerist einmitt það leyti sem ég að byrja að fikra niður í prósan og byrja að skrifa þetta tímabili. Ég hefði væntanlega aldrei skrifað svona ef það hefði ekki verið fyrir Málfríði, þannig að hún var mín fyrirmynd eftir á það ég hefði. En það er svo fyrsta sem ég dettur í hug að kvenpersóna var Súla eftir Toni Morrison. Já, ég náttúrulega lasnaði Sölku Verklag af 1930 og ég held að það er satt sem að Pauletta Hrund í Gítabækurinn og við á þýsku. Þegar hún sagði þetta að svarta vartaði mjög mikið að segja Ísland kvenfrelsi og ég ekki mjög vel trúið að það var ennþá. En hvað segir þið? Má ég núna segja nokkur orð og þakka fyrir þið? Já, ég gera það. Það verður ekki langt. Já, mér er nú eiginlega orða vant, þannig að ég ætti þá helst að þegja náttúrulega. En það minnsta sem ég gæti gert væri að þakka af öllu afli fyrir einstaka umfjöllun hjá ykkur öllum sem töluðu og stuðning við konurnar mínar og mig. Og Freyr Eyjólfsson, stjörnustjóri líka. Og svo þakka þeim sem gerði viðburðinn mögulegan. Það er Rúnar Helgi hjá Hugvísindasviði HÍ og Hólmfríður útgáfustjóri Forlagsins. Og Guðmundur Hörður, kynningastjóri Hugvísindasviðs, hann vann mjög góða kynningastarfsemi og það er honum að þakka að þessum viðburði er streymt. En það er meira upplýfgandi fyrir mig en þið getið ímyndað ykkur að vera hér á meðal vor. Og best af öllu kannski, og dásamlegast, að finna fyrir gegnheilli væntumþykju og virðingu fyrir mínum konum, eins og þær væru af holdi og blóði, þær sem ekki eru það. En vesenið er svo það að nú eigið þið á hættu að ég muni við þennan viðburð uppmagnast eins og hver önnur skotta og halda tvíeld áfram að ganga aftur. Ganga aftur við skrifborðið.